Komið þið sæl. Í dag hefur verið norðlæg átt á landinu og heldur þungbúið fyrir norðan og austan. Einhverju væta að sjá þar. En sunnan og suðvestanlands þá er búið að vera þó nokkuð bjart eins og þessi gervitunglumynd hér gefur til kynna. En hæst fór hitinn upp í 23 stig á Hellu á Suðurlandi og svalast var síðan 3 stig á Möðruvöllum fyrir norðan. Hitinn í Garðabæ eða Urriðaholti náði einnig upp í 22 stig sem var næst hlýjasti staður landsins í dag samkvæmt mælingum. En ef við skoðum það sem er að fara að gerast næsta sólarhringinn, þessi víðáttumikla lægð hér skapar aðra lægð í útjaðri sínum og sú lægð ætlar síðan að fara tilbaka og koma hér suðurbóginn til okkar með auknum vindi fyrir norðan og úrkomu á morgun, en síðan svona eyðist hún og á þriðjudaginn þá er útlit fyrir að verði vætusamt austanvert landið. En á hitasviðinu þá ætlar þessi litla lægð hér að dæla til okkar nokkuð svölum loftmassa og það er svona kannski helst fyrir norðan sem þess verður vart, en það kólnar á öllu landinu á morgun, en síðan í kjölfarið þá svona fer heldur hlýnandi hjá okkur og þá verður svona hlýjast núna í vikuna og suðvestan verður horninu. En þegar við skoðum núna í kvöld og nótt hvernig þessi litla lægð hér ætlar að nálgast, eins og sé að fara í burtu, snýr við, kemur til okkar, bætir í vindinn, norðvestan svona 8 til 13 í fyrramálið og rigning hér fyrir norðan. Sjáum hitatölunar er ekki rosalega háar en þetta er nú morgun og hér sunnan til þá er víða bjart, einkum suðvestan til, kannski smávegis lítilsháttar væta á stöku stað. Já, þó vonaði að þetta verði út á miðum, en síðan þegar við horfum fram í daginn að þá er úrkoman að aukast hér fyrir norðan, það bætir einnig í vindinn, það er að gangi í norðvestan 8 til 15 metra á sekundu og samfelld rigning víða eins og sjá má. Hér austan til þá er þessi norðvestlæga átt að svona halda þessu mestu leyti þurru. Hér sunnan til víða, nokkuð bjart eða allavega bjart með köflum og það lítur svolítið út eins og úrkoman muni ná hér í Borgarfjörð, en ég á ekki von á því, það má kannski frekar líta á þetta sem skýjahulu. En við sjáum hér hitatölunar, þær eru á niðurleið, það sem mældist 22 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu í dag, það er komið niður í 11 á morgun. En síðan þegar við horfum fram á annað kvöld sjá að það byrjar að rigna hér suðvestan til, en styttir síðan upp og léttir til á þriðjudaginn og einhver væta að sjá hér austanvert landið. Þetta er nú ekki mikið, þetta er svona væta með köflum, en vestan til þá hlýnar aftur og útlit fyrir að sé víða bjart veður þar. Vindurinn hann er svona norðaustlægur 3 til 10 metra á sekundu og heldur áfram í þeim dúr bæði á miðvikudag og fimmtudag. Það er svona hlýnar heldur hjá okkur þar víða, en dregur heldur úr vætunni austan til, en þó alveg útlit fyrir að verða eitthvað. Síðan þegar við skoðum í Skandinavíu þá er vætu að sjá víða þar, það er svona helst kannski í Danmörku það sem verður úrkomi lítið. Og hér á Bretlandseyjum þá sjáum við þeirri fastar á milli lægðarinnar sem stjórnar hjá okkur og síðan hæðarinnar í suðri og sú hæð, hún er að halda álfunni nánast allri sólríkri og heitri og jafnvel upp undir 40 stig hiti á Íberíuskaganum. En ef við skoðum hér í Norður-Ameríku og sjáum það er hæð sem stjórnar veðrinu hér austan til, það er víða bjart veður og hlýtt, alveg yfir 40 stig hér inn til landsins, Dallas, Tulsa og víðar. En núna í kvöld og nótt að þá er fellibylurinn Hillary að fara að ná landi í Kaliforníuríki og útlit fyrir að það sé þó nokkra úrkomu að vænta víða og eru viðbragðsaðilar þar öllu búnir. En við sjáum hér að úrkomubakkin er komin hér heldur til norðurs og það verður athyglisvert að fylgjast með þeirri þróun. En á morgun þá gengur í norðvestan 8 til 15 metra á sekundu fyrir norðan með rigningu, en lengst af þurrt sunnan og austanvert landið og það fer kólnandi hjá okkur á morgun og rigning seint annað kvöld suðvestan til. Segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.